Já, góðan daginn. Takk fyrir að koma þeir sem hérna. Hinn bara þurfa að skamma sín. Herru, það sem sagt hérna double feature í dag handling lært datasets. Við erum með tvo góða gestafyrirlesara, annars er það Páll Ríkharðsson. Hann hérna dósent við viðskiptadeild, kom hérna fyrir svona ári eitthvað svoleiðis og var þar á undan meðal annars hjá SAS Institute í Kaupmannahöfn, þar sem hann var að tala ráðgefa hérna notkun á gögnum til að reka og hérna stýra fyrirtækjum. Síðan erum við með Grím Tómasson, meistara hérna á tölvunarfræði við HR og hérna sérfræðing í database tuning og hérna hreinsun á ljótum gagnagrunnum og hérna samkennari minn í afkvörðun gagnaskerfi eftir áramót. Nú, það svona, var hérna í gamla daga, það var oft svona double feature í bíó, þar sem var sett upp hérna tvær myndir og gerð með svona hryllingsmyndir og gerð með svolítið grófar. Þessi tiltölulega ný þar sem að Tarantino vakti þetta upp og ég ætla að fara eftir þessu, þannig að það svona gagnasfræði núna kynir hérna Big Data með Rock'em Páll Rík og svo NoSQL með Sock'em Grímur T. Og með það gef ég ykkur hérna bara gólfið, Páll. Svona. Góðan daginn. Heyrið í mér, það tala kannski ætlaður. Góð. Ég heiti Páll Ríkharðsson og ég hérna dósent við viðskiptadeild. Tók smá svona, þannig svona á 5 sekúndum getur svona fengið algjört yfirlítið það hver ég er og hver ég er ekki. Þetta sem ég hérna niður í vinstra horni. Ég er með 3 nöfn, Páll Ríkharðsson á hérna á Íslandi. Konan mín er Ástrós, kallar mig Paul Richardson. Ég á 2 dætur í Danmörku sem kallar mig Pell Ríkharðsson. Ég hef búið í Danmörku í 23 ár. Ég hef búið í Ástralíu í 1 ár og svo Englandi í 1 ár og var að flytja hingað til Íslands á síðasta ári og hugsaði með mér, veist, how hard can it be? En hérna eftir sumarið í sumar, hérna, finnst mér það nokkuð erfitt. Sérstaklega ekki eftir Ástralíu. Ég verið að vinna á ýmsum stöðum, eins og Björn kom inn á, hef ég verið að vinna hjá SAS Institute sem er upplýsingatækni fyrirtæki. Það er, hvað lærðum við að segja, það er hérna það stærsta upplýsingatækni fyrirtæki, tölvufyrirtæki í einkaeigu í heiminum. Það er kringum 10.000 starfsmenn. Hann heitir Jim Goodnight, hann heitir Goodnight, sem á fyrirtækið, býr í Northern Carolina, held hann eigi helminginn af fylkinu líka. Mjög ríkur maður. Ég hef verið ráðgjafi hjá PricewaterhouseCoopers, PwC hétta áður, Pricewaterhouse, ég hef verið þar í 7 ár. Ég hef verið hjá háskólum í Árósum, var þar lektor líka, verið hjá CBS. Svo erum við kafarakennari líka, það er alveg, kafið einhver að ykkur, prófa það? Já, sko, ég á 4 börn og konu og hund og, veist, og er alltaf á fundum, bara hafa 30 mínútur bara fyrir mig. Veist, það er engin símar, engin kona nöldri manni, það er engin börn að það, þetta er frábært, gersamlega. Þeir sem aldrei hafa kafað bara, hvað er maður að fara út í, sko? Þeir sem hafa kafað, já, þetta er alveg rétt hjá honum. Ég er endur að fara að hinga aftur hérna á laugardaginn, þetta er Malta. Ég er að fara að læra meira í svona tækniköfun, komast nýr á 50 metra, kafa með öðrum hérna lofttegundum heldur bara loftið bara til að geta verið ennþá lengra niður í og ennþá lengur í kafi. Þetta er ég, þetta er sem sagt persónuleiki minn, ég er sem sagt, þið sjá hvað þetta er svona innleiðingaferðla upplýsingakerfi sko. Ég finnst mér sjálfur, góður í greiningum, ég er góður í hönnun og ég er svona mjög gaman svona að koma að svona uppsetningunni. Ég er alveg ömurlegur þegar kemur að eftirfylgni og að koma hlutunum í verk áfram sko. Ég er góður í pre-sales, ég er ágætur sölumaður, en þegar kemur að þessu að koma inn og gera hlutina og fylgja þeim eftir og vera í sama jobb í nokkra mánuði, ár, þá bara I suck ass, big time. Svona er þetta bara. Þannig að ég er svona, eins og ég á SAS, ég var í pre-sales, ég var þessi sem kom inn sko og var að tengja viðskiptatækifærin við þær vörur sem vorum að selja.
og það bara gaman, veist, að það svo mikil spenningur og allir eru vinir og þetta svona maður getur spilað á fiðlu og steppdansað og sjáðu hvað þetta flott og hvað ég geti gert þegar ég búin að innleiða þetta tölvukerfi. Þeir bara já, og svo skrifaður undir og svo fer maður. Og svo koma ráðgjafarnir, kannski þið sem verður það, og svo spyrir jæja, hverju lofaði Palli ykkur? Ok, ég ætla að sýna ykkur hvað við getum gert núna. Svona þetta. Heyrðu, ég ætla aðeins í dag að fara í Big Data, eða gagnagnótt eins og þetta heitir á íslensku. Og gagnagnótt ég ætla ekki að vera tæknilegur, Grímur ætlar að vera tæknilegur og fara onni í svona meira svona tæknilíðina á þessu. En það sem mig langar að svona koma inn á aðeins veist, akkur að tala um gagnagnótt í dag, hvaðan kemur þetta, veist, akkur, og hvað þetta? Og akkur allt inn í dag erum við að tala um þetta fyrirbæri. Og svo langar maður að tala um ekki þetta sé eitthvað bara fyrir fyrirtæki, held ég því fram að þetta ekkert annað heldur svona næsta, svona þjóðfélagsbylting. Hvernig við eigum eftir að hanna og strúktúrera og vera saman í þjóðfélaginu. Þetta eftir að áhrif á það og gerbreyta því gersamlega og ekki kannski svona bara allt í einu bara búm, en þetta svona breyting sem kemur smátt og smátt í takt með tækniþróun og þegar við fáum augun upp fyrir hvað við getum notað allt þetta þennan fjársjóðagögnum í. Og svo ætla ég að tala aðeins um fyrirtæki líka, veist, hvaða og af hverju gagnagnótt verður bara ekki svona að gulli allt í einu. Það hefði ekki verið að lesa um Tesco. Ef við googlið Tesco núna, þá Tesco í hrikalegum vandræðum og Tesco Big Data Analytics bara fyrirtæki númer 1 í heiminum. Sem sýnir kannski að Big Data ekki einhver töfralaust sem bara hendir einhverjum peningum eftir og bara meikar það og farið bara selur hrikalega mikið og græðir hrikalega mikið. Það hluti sem þarf að gera til að geta nýtt sér Big Data. Og svo aðeins svona að fara í okkur svona hættur og svona í svona, þetta var wrap-up, svona hættur, hvað svona áhættuna við Big Data, því hún gríðarleg og hún ekki alltaf svona upp á borðinu þegar við tölum Big Data því að Big Data svolítið hæpað og ég segi svolítið hæpað, það meina ég kannski svona mikið hæpað, eiginlega bara rosalega hæpað því að Big Data allstaðar og þetta á bara að vera það besta síðan skífuskóru brauð. Förum aðeins að spurningar, annað endilega, þið spurjið, ég endur til spurninguna svo hinir fáið með og svo getum við tekið hana. Af hverju þetta svona spennandi sérstaklega fyrir fyrirtæki? Þetta SaaS-mynd, þið sjáu það. Og þetta alltaf þegar við vorum að selja, þá spurðum við kúnnan, hvað vildur borga fyrir á Íslandi Morgunblaðið í gær? Hvað vildur borga fyrir Morgunblaðið í gær? Ekki sérstaklega mikið. Hvað borgið fyrir Moggan í dag? Við borgum það sem stendur á honum. En hvað borgið fyrir Moggan á laugardaginn? Það getið fengið hann í dag. Með lottótölunum og aftardagssýningunum og tippinu og hver vann getur hann allt þetta. Nú borga nokkuð mikið. Og það það sem það að vera stjórnandi eiginlega svona gengur út á. Við viljum sjá hvað gerðist í gær, já, og þá erum við með þessa reporting og við erum með þetta drill down og query og slice og dice og allt þetta. En það sem að koma núna og það sem Big Data tengist svo rosalega, það þetta, að horfa út í framtíðina. Að gera þessa greiningar og nota tölfræðina, nota þennan gagnasjó, þessa gagnagnótt, til þess að koma með einhver spálíkun sem virka, til þess að geta sagt okkur hvað gerist þegar viðskiptavinurinn kemur inn í búðina, til að geta sagt okkur hvað það besta sem við getum þá gert þegar viðskiptavinurinn kemur inn í búðina og allar að kaupa eitthvað. Það þetta, þessi spálíkun að horfa út í framtíðina sem Big Data tengist svona órjúfanlega, sem gerir það svo rosalega spennandi og kannski útskýr allt þetta hæp sem við erum að sjá bráðið frá tölvufyrirtækjum og greiningar fyrirtækjum eins og Gartner og öðrum í sambandi við Big Data. Bara svona hafið það svona bakvið eirað. Og svo þetta með gögn. Það sem að breytast í þessu gagnagnóttum, það gögn ekki bara tölur, gögn ekki bara það sem við setjum inn í gagnagrunn í einhverjum töflum, heldur hugtæki gögn, það miklu víðtækara. Við erum ekki bara að tala um tölur og bókstafir, við erum líka að tala um myndir, við erum líka að tala um staðsetningu, við erum líka að tala um heilsu, það að fá eitthvað app fyrir iPhone núna sem þú getur sofið með það. Sett einhverja nema á þau, það getur sagt þér hvernig þú svafst og hvað hjartslátturinn var og hvernig heila bylgjurnar voru þegar þú svafst og varst í REM-svefni og allt þetta. Gögn líka lykt.
Ég elska að segja þessa sögur, örugglega heyrt hann einhver aðgur, maður getur sagt líkt með e-pósti núna, það er komið app fyrir iPhone með einhverjum salti og einhverjum olíum inn í og þú getur sagt líkt á Instagram, þú getur sagt líkt á SMS sem þú sendir. Þannig að þú fær SMS á konunni, þá getur þú sett lyktarkóð inn, þannig að það kemur ilmvatnslyktin hennar upp úr símanum þegar hún sendir þér texta, það ringir. Og þegar tengdamamma ringir þá, sæl. Þetta er gögn, þetta er svo víðtækt. Og þetta er annar hlutur sem að útskýra okkur big data er svona hæpað og er svona mikið í deiglunni, því að ef gögnin er orðin allt þetta, þessi prósessor allt það sem við skynjum er raun og orðin gögn sem við getum notað og hreinsað og bætt og breytt og sett saman til þess að sjá fyrir framtíðina, til þess að gefa okkur innsýn í það sem við erum að gera. Þá er það nokkuð mikilvægt fyrir það að reka fyrirtæki og það að þróa nýja vörur og hugmyndir. Og þessi gagna, hversu mikið af gögnum skapast í heiminum í dag, það hefur náttúrulega engin hugmynd það, það veit það engin. En svona það sem maður gískar á að þeir séu kringum þetta 1,8 zettabyte á ári. Og þetta er svolítið mikið. Og þetta er svolítið fáránlega talað, ég nú reynda að útskýra aðeins með tweetum og með myndum. Ef við downloadum svona 200 billjón HD myndum frá deildu.net, nei það heitir ekki það, hvað heitir þetta? Deildu.2 bókstafir frá einhverju eyju í suður Kyrrahafur einhverstaðar. 47 miljón ár myndi það taka okkur að horfa ef myndum þetta gagnamagn. Við settum þetta á iPad, við byggt Kínamúrin bara tvöfalt breiðari. Við byggt 2 turna til Mars, þetta er svo ríkalega mikið. Á 2020 er þetta orðið 20 sinnum, 50 sinnum meira. Þannig að þessi gagnasjór, það er þetta sem er gagnagnóttin í raun og veru. Og það sem er svona, sem gerir þetta svona interessant fyrir okkur, það er að þessi gögn hverfi ekki bara. Gögn hafa alltaf skapast, svona fyrir að pæla í, skrokkurinn vinnur alltaf og skapar einhver gögn. Það er alltaf verið einhver samtöl í gangi. Við höfum alltaf verið alltaf, gögn er alltaf skapast. Það er bara fyrst núna sem við byrjum að geyma þau og geta náð í þau og settu saman og unnið úr þeim til þess að taka ákvarðanir. Og það er náttúrulega sem þeir hafi örugglega síðan 100 sinnum. Þetta þessi kostnaðarþróun sem við höfum í tölvutekni, það kostar akkúrat ekkert í dag að geyma gögn. Þegar ég fæddist 1966, $1 milljón fyrir 1 megabæt. Það er svona rétt áður en við sendum mann til tungsins og við hafði séð tölvuna og það vorum 2 kílóbæt eitthvað, tölvuna sem var heilinn í Apollo sem fór til tungsins. Sjáðu þetta, kostnaðurinn og það á eftir að verða ókeypis. Einhvern tímann verður bara gagna geymsla, það að geyma gögn og ná í þau og höndla. Þetta verður ókeypis. Þetta verður ekki neitt, við tökum engan pening fyrir. Eins og kannski að gerast líka í wireless og aðgang á internetinu og öðru í dag. En það er þessi þróun, að við getum geymt þessi gögn, við getum nálgast þau, við getum höndlað þau, við getum gert eitthvað úr þeim, við getum notað þau í ákvarðanatöku. Það er það sem er spennandi við big data. Og svo fylgir tæknin náttúrulega með, hún er líka spennandi, en það er þetta sem mun skapa þessa samfélagsbreytingu sem ég muni aðeins koma inn á eftir. Eða svona förum aðeins svona í hugtæki, gagnagnótt, hvað þessi gríðarlegi, þessi þetta gagnamagn, hvað er það sem gerir þetta svona svolítið svona flókið? Þá er þetta ekki bara, þetta er mikið af gögnum, 1,8 zettabyte, já, ok, þetta er mikið, en það er ekki bara þetta. Við erum að tala að, fyrir utan þetta volume, og ég veit það eru fleiri vaff þarna úti, það er veracity og validity og allt þetta, en það er þessi 3 vaff sem ég finnst alltaf spennandi, þá er þetta fjölbreytileikinn sem við erum að tala um á það, það er gögn er ekki bara tölur í dag, við erum líka að tala um myndir, við erum líka að tala um hljóð, við erum líka að tala um, eins og ég sagði, lykt, við erum líka að tala um texta sem er ekki á þessu formi sem við getum sett hún í venjulega gagnagrunna. Og svo erum við að tala um þetta með breytingartíðnina, þessi breytingartíðni, í venjulegu bókhaldskerfi við uppfærum gögnin ekki sérstaklega oft.
Þetta kannski einhverja færslur á dag sem við uppfærum gögnin, svona í stóra samhenginu. En við erum að tala breytingar, við erum að tala vöxt, við erum að tala breytingar á gögnum, kannski sem við getum mælt í petabætum á dag. Þessi breytingatíðni, hún líka hluti af þessu gagnagnóttarhugtaki. Við erum að tala stærðina, hversu mikið af gögnum, við erum að tala hversu oft breytast, við erum að tala það form sem það eru í. Það þetta þríeiki sem svona skilgreini big data. Fyrir fyrirtæki, sem ég svona allan að tengja þetta aðeins við á eftir, að þá höfum við séð svona, þetta svona þrjár, svona þróanir, svona bylgjur sem maður séð, Ég var mikið hluti þessari bylgjum, það var svona alveg frábær, með ERP-kerfin. Allt höfum við SAP og Oracle og J.D. Edwards og Incentia og Tentia og Axe, NAV, öll þessi kerfi sem tengja saman ferli. Það alveg bylting þetta var að koma þarna á 9. áratugnum. Og maður gæti stafa til SAP, það fékk maður bara ótrúlega mikið í laun. En svona ef maður sér að lítur á þau gögn sem að vera, þetta voru ekki sérstaklega mikið af gögnum, þetta var rosalega mikið þá, en þetta var ekki svona, þetta breyttust ekkit ofta, þetta var á sama formi, þetta var SQL undir einhvers staðar, hvaða kerfið sem settur ofan á hann. Byltingin var við tengdum saman ferli og það var náttúrulega nauðsynleg forsenda þess að við getum talað þessa hluti sem við erum að tala í dag, en að tengja saman söluferli við innkaupaferli, við birgðaferli, við framleiðsluferli, við gæðaferli, við fjármálaferli, þetta var byltingin. En tölvukerfin sem slík þá og gagnamagni var ekki sérstaklega mikið þannig. Svo kemur næsta bylgja sem maður kallar maður svona web 2. Þegar maður fór að færa þess út, það kom meira svona collaboration inn í myndina. Þessi ferli sem maður að stjórna, innkaupastjórinn, framleiðslustjórinn, sölustjórinn, þeir þurftu að fara að hafa einhver samskipti til þess að stjórna þessum ferlum. Þegar maður kemur inn í svona meira collaboration, fólk verður meira hreyfanleg. Við förum að tala það sem fáum út úr því að geta opnað kerfin út af við á móti umheiminum. Allt þetta internet sem við þekkjum í dag, hvernig notum við þetta? Þá kemur næsta bylgja með ennþá fleiri gögnum sem skapast með webklicks og clickstreams og hvernig við höfum okkur á heimasíðum og allt það. Og svo komum við í dag yfir í þetta þessum gagnategundurnar verða ennþá fleiri og óhöndlanlegri með þeirri tækni sem við notum hérna. Og það þess vegna sem við að sjá þessa nýju gagnagrunna. Það þess vegna sem þessi bylting að gera þetta NoSQL að koma sem sú tækni sem höndlar þetta hérna. Og það sem gerist, svona, til að gefa ykkur svona smá smökkun, það að þessi þróun breytir hugsun. Það að við erum komið með þessa gríðarlega mikið, þessi gagnamagna, við getum greint gögnin, við getum spáð betur framtíðina, breytir hugsun, ekki bara hjá fyrirtækjum, heldur raun og veru hjá okkur líka. Allt í einu þurfum við ekki að taka gagnaúrtök, en við getum tekið öll gögn sem skapast vegna þess að höfum tæknina og tólin til þess. Hugsið ykkur endurskoðendur. Endurskoðendur kom inn í fyrirtæki og þeir taka úrtök, af því að þeir geta ekki hreinlega farið í gegnum allar, þetta eru bara, þetta fólk sem að fara í gegnum kvittanir og bera saman og taka bankareikninga og setja saman. Og þeir taka úrtök, úrtaksfræði og úrtakstækni mjög mikilvæg fyrir endurskoðendur. Í þessum big data heimi þýðir, dettur þetta út. Þeir þurfa ekki lengur að spá í úrtök, því þeir taka öll gögn og geta greint þau og borið saman og fundið út úr því hvort að eitthvað sé einhverju villur einhvers staðar. Það þarf að breyta þeirri heimi mikið. Hrein gögn og úrhefn, gagnagæði. Þetta svona hluti sem maður alltaf heyrir Í big data gagnagnóttinni verður gagnagæði svolítið annað hugtak þegar við erum komin með myndir og við erum komin með önnur gögnin í myndina. Hvernig hreinsum við gögnin þar? Það ekki endilega að tala að hreinsa sjálf gögnin og heldur meira kannski þetta metadata og masterdata sem við þurfum að tala meira. Sem alveg óendanlega erfitt að selja fyrirtækjum. Ef maður segir data management í fyrirtæki þá sofnaður. Ok, það kannski sama hérna, en mér finnst það spennandi, en það alveg rosalega erfitt einhvern veginn að koma því í gegn. Orsakilegt og fylgni tekið þess á eftir og þessi tvö tekið þess kemur eins og að á eftir. Gagnaskráning,
í fyrirtækjum í dag þá skráir maður gögn. Maður skráir það annað hvort það einhver þræll sem hefur farið einhverja pappíra og skráir inn eins og maður gerði í gamla daga. Maður farið einhverja úr kerfum sem þau verið í fyrirtækjunum, maður getur fengið úr skönnum, maður getur fengið úr nemum, úr vélum. Gögnin skapast og skrást einhverstar í gagnagrunna. Í big data kallar maður þetta gagnareik eða data smoke. Þú færð gögnin annars staðar frá, ekki bara úr fyrirtækjunum, heldur getur svona náðið úr hvað sem Komum aðeins inn í það á eftir, hvernig það fer. Gagnageymslur ekki bara að geyma gögnin. Þetta svolítið eins og þegar við að tala Spotify og Netflix og allt þetta. Það ekki það því að við geymum ekki í dag. Við kaupum ekki geisladiska og geymum upp í hillu af því það svo flott að sjá þá. En það aðgangurinn, það access. Við erum í svona access society í dag, Við erum ekki að kaupa hluti, digital hluti til að geyma og við viljum fá aðganginn að þeim. Og þess vegna hefur dildu verið svona vinsælt, svona mín. En það allavega í dag, og þegar það kom út í það, þá erum við komin ekki út í það að geyma gögnin og hafa það heldur erum við að sameina það. Því að virði gagna kemur út úr því að sameina gögnin. Að sameina mína kennitölu við mína kauphegðun. Þar geta þá komið að mér og sagt, Páll, ég er með gott tilboð handa þér. Ekki öllum sem líkist þér, heldur þér. Komum aðeins þetta á eftir með virðiskeðju gagna og svo þetta með gagnakirslur, að keyra gögnin. Að við erum komið meira út í þessi reiknirit og algoritma sem sjáum það að skapa vitneski út úr gögnum. Förum að sé það á eftir hvernig það lítur út. Það sem langar til að tala aðeins meira þessi gagnakeðja, virðiskeðja gagna sem í raun og veru það sem ég held að sé eitt megin áhrifin af þessari gagnagnóttarbyltingu sem við eigum eftir að upplifa allavega. Það þarf að koma alveg nýtt, þessi alveg ný virðiskeðja sem bara var ekki til áður. Og hún byggir á gögnum. Við höfum þá sem skapa gögnum, þá sem safna gögnum, þá sem eiga gögnum, þá sem geyma gögnum, þá sem greina gögnum, þá sem nota gögnum. Og þetta þarf alls ekkert að vera sömu fyrirtækinu, sömu einstaklingi sem gera þetta. Og það eru mismunandi tækni sem tengist þessum mismunandi stigum, það eru mismunandi vottanir og gæðavottanir sem tengist þessum stigum, það eru mismunandi hæfileikar sem tengist þessum stigum. Og þetta að koma á Íslandi líka. Bara landmælingar Íslands, ég sá það daginn, þetta gefa all staðsetningar gögn frjáls, þetta náðu núna. Er einhver sem að nota þetta eitthvað? Nei, svo spyrir maður, hvað fæ ég út úr því að vita hvar allar ruslatunum í Reykjavík eru, seriously, En það getur þú fær öll gögn frá þeim ókeypis og þetta þú getur bara náðið þessi gagnasett og það var náungi sem ég þekki sem náði öll, hann náði alla punkta hvar hundaeigendur búa í Reykjavík og setti þetta upp í svona diagram fyrir Reykjavíkurborg kortið og sá maður allir hundaeigendur, það er mikið hundaeigendum í Garðabæ, einhverjum orsökum. Og svo spá maður þeir sem skapa gögnin, það er náttúrulega hundaeigendurna, þeir sem safna gögnunum, það er náttúrulega gegnum þessa skrá sem við fáum þessum hundaeigendurna að skrá sig í, þeir sem eiga gögnin, það er náttúrulega landmælingarnar, sem hafa þessi kort, þeir sem greina gögnin, og þessi maður þessi nota gögnin. Hvað nota maður þetta í? Bakaði fyrirgefðu, Páll. Hvað er bakað? Það hvert yfir að skjárinn sé ekki séraður. Það heyrðist í þér? Heyrðist ekki í mér? Það heyrðist í þér, jú. Það byrja aftur. Allt í lagi. Með hundaeigendur. Þannig að þið viljið, ef þið eru hundaelskendur, þá búið í Garðabæ. Það er sem þetta spennandi við þetta. Gögnin eru gefin frjáls. Þið fann á data.gov til dæmis í Bandaríkjum, þá öll gögn frá opinbera gerð aðgengilegar ókeypis. En þetta er bara tækifæri og möguleiki. Þú getur náðið gögnin, þú getur skapað eitthvað úr þeim sem einhver annar nota. Hvort að sé einhver hundaeigandi sem vill búa einhvers staðar þar sem aðrir hundar búa í Reykjavík, hundahatari sem vill búa þá í Álftanesi þar sem engin hundar eru, eða hvað maður vill gera. En það er að koma þessi virðiskeðja, þessi virði sem skapast fyrir notendurna í þessari keðju þetta skapar viðskiptatækifæri. Og það að þú getur búið til eitthvað úr þessum opinberu gögnum til þess að skapa virði fyrir einhvern annan býr til þessa virðiskeðju sem á eftir að skapa nýja tækni, eftir að skapa nýja vottanir og þörfina fyrir nýja hæfileika og leikni
og þekkingu sem þið eru líka ná ykkur í hérna. Er þetta algjör steypa eða hvað? Er þetta ekki frábært? Þetta samfélagsbreyting, sjáu það ekki? Þetta er að tröllríða öllu og þið getið svona, ef þið lesið viðskiptablaðið, þá getið þið sett mikið svona margar fréttir í samhengi við þetta. Eins og með landmælingar ríkisins gefa nú staðsetningar gagnagrunna að gera þá frjáls til afnota endurgjaldslaust. Þetta er svolítið spennandi. Og allar þessar tækni sem við svo lesum og heyrum með þetta big data technologies, að þetta er svona hluti af þessari virðiskeðju líka. Þessi virðiskeðja, maður getur kannski alltaf verið þar, en tólin og tækin og hugsunarhátturinn í dag gerir það að við erum allt í einu komin á þann stað sem við getum farið að byggja upp þessi viðskiptatæki. Data market. Ég var í Danmörku fyrir 10 dögum síðan og var á ráðstefnu þar og það var Target sem er svona BI fyrirtæki. Þeir voru komið með svona direct link, svona interface til data market og nefndu þetta íslenskt fyrirtæki. Það var svona hlóallur af einhverjum orsökum. En bara, data market er bara gott dæmi svona hluta þessari virðiskeðju sem skapar virði úr stórum gagnasettum. Og þið sjáu að þetta svona hangir saman allt frá því að ná í gögnin, að vinna úr þeim, tölum meira þetta á eftir, og það að koma þeim til skila til notendana. Og ef maður tala fyrirtæki allt þetta business intelligence, sem er svona annað bara mest hæpaða hugtak sem bara þekkist, að það er ekkert annað heldur en verkfæri til þess að komast í samband við gögnin sín, til þess að sjá þau, til þess að greina þau, til þess að fá einhverja vitni eins og Tableau. Ef þið farið inn á Tableau getið þið fengið svona ókeypis freeware sem þið getið svona nota Tableau til að leika ykkur með gögnin ykkar, hvaða gögn sem þið svona hafið. En þetta hangir saman og þetta ógrynni af þessum fyrirtæki sem á markaðinum í dag, þau eru hluti af þessari nýju virðiskeðju gagnagnóttar. Aðeins svona komin með gagnagrunnar, þetta er svona, mér finnst það rosalega spennandi og mér finnst gagnagrunnar svona vera, þetta er svona undirstaðan, og ég ætla ekki að vera að taka það frá þig í muninn, þetta er svona undirstaðan fyrir það að við getum talað þessar hlutir að við getum geymt gögnin og notað. Og Grímur talaði meira þetta NoSQL við getum notað þessi aðri gagnagrunn fyrir þessi aðra tegundir af gögnum sem við erum að tala En það sem svona, finnst mér líka tvær aðra þróanir í þessum gagnagrunnafræðum sem ég finnst gríðarlega spennandi, það er með þennan distributed architecture. Þú ert ekki bara með einn gagnagrunn á einum stað, heldur getur þú dreift honum því að fyrirtæki í dag virka á svo mörgum stöðum. Og þú hefur þetta, og eru með þessar greiningar og fæðingar sem gerast ekki endilega á sama stað. Og svo þessi sem er þetta in-memory, sem er gríðarlega hæpað líka hjá mörgum þessum ERP og business intelligence fólki sem er það að þú sleppir bara diskun og öllum diskum, þetta er bara í memory, þetta er í ramminu, þú bara er þetta í vinnsluminni. Og okkur er það spennandi fyrir fyrirtæki. SAP til dæmis, SAP HANA sem er stærsta ERP og business intelligence fyrirtæki á markanum í dag, þeir eru búin að boða það að eftir bara innan mjög skamms tíma muni allir þeirra gagnagrunn, öll þeirra kerfi, ERP-kerfi og viðskiptagreindarkerfi vinna in memory. Og akkur er þetta svona spennandi? Jú, þetta er spennandi út af því að þessi gögn sem skapast í fyrirtækjum hafa hingað til alltaf verið á 2 stöðum. Þú hefur verið með þetta í transaction database, í skráningakerfi, svona skráir gögnin og sem eru þá undirstaðan fyrir þessa ferilstýringu sem við erum að tala um áðan, og svo ertu með vöruhús gagna, sem er greiningin, sem tekur það gögn héðan, færir yfir og greinir þið því að við þurfum annars konar uppsetningu til að geta greint gögnin heldur en til að halda þeim hreinum og góðum fyrir ferilstýringu. En með in memory þá þurfum við ekki lengur þessa aðskilnað á milli þessara tveggja. Það getur verið í sama gagnagrunnum. Það er allavega svona hugmyndin hjá SAP, það er hellingur af hlutum sem þarf að vinna úr áður að það gerist, en fyrir fyrirtæki myndi þetta gjörbreyta upplýsingaumhverfinu í fyrirtækinu ef við getum haft allt á einum stað. Og þurfum ekki að vera að spá í að flytja gögn frá einum stað til annars og spá í integration hluti á milli þessara tveggja heima sem raun og veru er. Og þar erum við komið með aðra, flóru af
fyrirtækjum og tækni sem að spretta upp vegna þess að þróunin, gagnaþróunin og ákvarðanatöku í fyrirtæki sem komin að sinna á eftir ákvarðanatakan í fyrirtækjum, það að bera okkur yfir í aðra þarfir sem þá mætast af tækninni, sem þá á eftir að ógna og hreyfa við þessum established provider sem við fórum aðeins og sáum aðeins á hinni slaginu. Jæja, förum aðeins í þetta var aðeins hvað þetta og virðiskeðja gagna og að mínum að það sem ætti að gerbreyta aðkomunni að gögnum, að gögn verða hafa virði. Þið gefið frá okkur gögn á hverjum degi ókeypis. En það kannski ekki víst að það verði í framtíðinni, en að gögn hafa virði og ekki endilega ykkar gögn akkurat fyrir Pál Ríkharðsson, hversu hratt hjarta mitt slær, en sem sagt, ef við setjum þetta saman í samhengi, þá hefur þetta virði fyrir einhverja notendur. En ef við lítum aðeins inn í fyrirtæki og sjáum hvað fyrirtæki að nota big data, þetta analytics, hvað þau að nota þetta í, að þá sjáum við að þetta mestmegnis yfir á retail, yfir á söluhliðinni. Að big data notað til að selja ykkur meiri sápu, veist. Það notkunin. Og sumir bara, þetta kapitalistískt. En þetta eimreiðin sem drífur okkur áfram. Það þessi gróðavon, það hagkerfi, það það að skapa hagnað. Og þannig að bara fair enough. En það sem sagt, að selja meira eins og Tesco var og mjög góður í að gera. Og svo koma aðrir notkunarmöguleikar eins og það að nota í fraud detection, taka stóru gagnasetti sem að skapast og sjá hvort einhver sé að svindla okkur. Tryggingafyrirtækin og bankarnir, hvítþvættisvarnir eru dæmi þann, notkanir og svo þetta sambandi við notkun á heimasíðun okkar, hver að koma inn, hvernig haga þessi, hvað horfa á allt þetta. Þetta eru notagildin fyrir big data í fyrirtækjum og það þessi hlið sem drífur þetta áfram og það þarna sem bestu sögurnar að skapast notagildið á big data í mörgum fyrirtækjum. Svona dæmi þetta, þið örugglega heyrt mikið af þessum sögum og sumar eru svolítið langt út eins og datamarket höfum við talað aðeins Vestas vindmyllufyrirtæki, ekkert sérstaklega þekkt á Íslandi en Vestas gríðarlega stórt dansstæð, alþjóðlegt vindmyllufyrirtæki sem selur vindmyllur og setur þær upp og þjónustar þær. Og þið spáið vindmylla, hversu flókið svona tæki, þetta einhver staur með einhverju mótor, einhverjir spaðar, bara come on. En í hverri vindmyllu þá í kringum meðaltali 17.000 mismunandi hlutar sem þurfa að koma saman og verða að vindmyllu. Og þeir slitna og þeir bila og það eru bremsur í vindmyllum og það eru snúningshlutar og legur og allt sem bila. Þeir eru með 100.000 vindmyllum út allan heim og þeir eru með risastóran vindmyllupark til dæmis í Kaliforníu, þeir eru komið til Júgóslavíu, þeir eru Rússlandi. Ég held að vindmyllur sem reistu voru ekki frá Siemens, það sem að keppa við. Allavega, þeir nota fyrirbæri sem heitir predictive maintenance, sem það að geta séð fyrir hvernig hlutirnir bila. Allar þessar vindmyllur eru með nema, eru tengdar inn í stjórnstöð í Ringkøbing í Danmörku, þar sem fólk situr bara að fylgjast með vindmyllum allan heim. Og þar eru algoritmar sem reikna út hversu mikið álag með vindinu, hversu mikið það unni, hversu mörg kilowatt, gigawatt hafa búið til af orku, hvernig álagspunktarnir hafa verið inn í vindmyllunni. Þannig að þeir geta skipulagt viðgerðir á vindmyllunum og þá sent út fólk og skipt hluti áður en þeir bila. Þeir eru með staðlana fyrir hversu mikið þessi hluta nota. Þeir geta stoppað vindmyllu, hún stoppar milli 2 og 4 í dag, þá veit maður það. Við skiptum með þessa hluti og nú reiknum við með að hún geti halda áfram í 6 vikur aftur þangað. Þannig sjáum hvað maður spara mikið pening á því að geta sendt út viðgerðarmann með réttu hlutina, með réttu verkfærin, á réttum tíma. Við vitum hversu lengi myllan stoppar og þetta eru 100.000 danskar krónur sem kannski tapast á því að myllan stoppar og þetta gerist skipulega. Hún bilar ekki. Ég held að þetta sé kannski
veit ekki, það eru gaman að sjá hvernig það fer á Íslandi, kannski svo óíslensku hugsunarháttur. Á Íslandi reddar maður hlutunum. Það bilar, þá bara, strákar, við reddum þessu. En í svona heimi, þessum hérna heimi, og Danir eru svona, þeir eru, ég elska Dani, en þeir eru svolítið einal, þegar kemur svona að, þeir verða að drekka rosalega mikið bjór til að verða svona líbó. Þetta er bara út af veðrið, þetta er út af hérna, ég held að sé annars vegar veðrið og hins vegar líka bara hvernig þið lífa. Þetta bændaþjóðfélag, hérna setjum við fræið niður, förum hérna áfram og svo hlúum að því og eftir 6-7 mánuði kemur einhver planta upp. Þetta er alltaf hann hugsunarháttur heldur en að fara út á að veiða út á sjónum. Strákar, það er fiskur í sjónum. Já, ég þarf að, nei, hvað þú, ok, við reddum þessu. Svo þetta er muninn á Íslendingum og Danmörku. En allavega þetta er hérna tækifærin eru hérna, svo er þetta Target og Woolworths og dæmið retail aftur hvernig þeir hafa notað þessi gögn. Ég hefur örugglega heyrt þessa sögu með eins og með hérna Woolworths, bjórinn og bleiurnar. Ég var að heyra einhvers, hún var ekki alveg sönn en þeir greindu það og sáu að hérna sala á bleium og bjór spækaði alltaf á föstudögum eftir klukkan 4 og svo skildi ekki af hverju en færðu þessa vöru saman, keyptu bjór og þú fara ókeypis sixpack eða á einhverjum afslætti og komast þetta voru pabbarnir, dauðþreyttir, föstudögum, fara heim og vinnu bleiur, bjór, og gátu sér tekið og stór jóku söluna bara af bjór Woolworths komst að því að hérna alltaf þegar í þessum fellibyljafylkjum í hérna greindu sölusöguna komst að í fellibyljafylkjunum þá jók salarétt þegar það var búið að vara við fellibyljum, þá jók salan á vasaljósum, já, rökrétt, og hérna þetta pop-tart, svona rjómabollum með jarðarberjabræði. Og færði þetta saman, afslátti keypti vasaljós og færði svona pop-tart, stóri jók salan hérna. Engin hugmynd af hverju en bara fellibyljur, vasaljós, jarðarberja pop-tart, góð fíkir. Þetta er fyrirtæki líka sem er svona lítið þýskt fyrirtæki og þetta er farin að heimasíðuna, þeir eru mjög sniðugir. Þeir selja sem sagt veðurspár. Þeir eru búin að koma sér upp sem sagt heilu kerfi í Þýskalandi sem er nema veðrið sem sagt locally. Við erum að tala bara svona kannski ferkilometri. Og dæmi sem er svona alltaf verið að nefna það er með bakari í ákveðnum bæ í Þýskalandi. Komast að því að veðrið hafði gríðarlega áhrif á það hvað seldist í þessum bæ, svona keðja af bakaríum, hvað seldist í bakaríum. Ef það var svona úði, þá keypti fólk kökur, ef það var mjög heitt, þá voru grillaðar samlokur, eða ringdi bara eins og í hvað að þá fór fólk eins og svona milli stað eftir hvað rigningin var. Þannig að þeir gátu svona að fara að plana hvaða kökur ég á þessu, veðurspáin segir á morgun, ég var svona flytjum kökur að hinga, það verður mikið rigning, hvað rignir minnst, ok, hérna hefur við þessa vörur og gátu að fara að stýra hvað þeir höfðu hinnar ýmsu vörur út frá þessum veðurspám. Á Íslandi alltaf kökuveður, greinilega, en þetta er svona skemmtileg þetta er svona lítið fyrirtæki, þeir ekki með 50-60 manns sem lifa á þessu að selja svona lokal veðurspár til fyrirtækja og gera það svona adaptive að fyrirtækjum. Bakaríið, það er bara eitt dæmi, nota þessi gögn sem þið geta tekið frá veðurstofum og hérna nemum. Luxottica, annað dæmi, selja Ray-Ban og Oakley og þessi gleraugu sem maður kaupir alltaf á AliExpress, að þeir tóku alla e-pósta sem viðskiptavinir höfðu sendt þeim bara síðastliðin 10 ár, greinduðu með svona text analytics og settu sig í samband við hver var að senda þeim og gátu þá gert þessar e-mail campaigns, gátu svona targetiða að ákveðnum hlutum viðskiptavina, allt eftir í hvaða vörur og hvaða gæði og hvaða litir og hvað fólk er að gera, eða þú ert einhver rosalega svona macho sport, þá er það Oakley, eða þú ert töffari eða flugumar, þá er það Ray-Ban, gátu svona targetera kúnnahópana. Er ég að falla á tíma? Já. Amazon aðeins, ég þekki svo mikið Amazon, nú er Amazon hrókafullu, þú kemur inn á síðuna, það er næsta skref þegar maður er að segja, þetta er næsta bók sem þú kaupir, og við erum svo vissir að kaupa hana, við erum búin að flytja inn í vöruhús sem við nokkuð nálættir, en þú færð hana bara eiginlega eftir nokkra tíma, að panta hana. Núna, prediktív. En ég ætla að fara bara beint í þetta hérna. Það sem ég les út úr þessu er það að ákvarðana taka í fyrirtækjum og eiginlega kannski okkur líka mun gjörbreytast með þessu gagnagnótt og þessari byltingu sem er að gerast. Þetta er svona hardkóðað inn í okkur hérna, orsaka samhengið. Við erum alltaf að vita á hverju.
Af hverju horfir hún svona á mig? Af hverju ég hérna á jörðinni? Af hverju virkar þetta eins og þetta virkar? Ef kona mín situr hérna og snýr að mér baki og ég fleygi svona bolta fram hjá henni, rétt fram hjá henni, sko, hvað gerir hún? Hún snýr sér við. Hvað fjandar þetta að gera? Ef hundurinn minn þarna og ég fleygi boltan líka, hvað gerir hann? Hann fer eftir boltanum. Nákvæmlega saman hvað hann kom. Þetta munurinn á okkur og dýrunum. En þetta á eftir að breytast líka því að þetta hérna á eftir að færast hérna niður. Með þessari gagnagnótt að við getum greint, við getum fengið fylgni, við getum sett þetta upp í líkön og spálíkön, vasaljós og jarðarberjabollur, selja saman. Af hverju? Mér nákvæmlega sama. Setjum hann hérna saman og gefum afslátt. Við förum að taka ákvarðan út frá módelum og líkunum í fyrirtækjum. Og kannski við líka. Dating profílar, gott dæmi það. Hún passar við mig af því að hún svona. En sko, þetta fylgnin og módelin fara að stjórna ákvarðantöku fremur einhver, ekki alveg nóg hrifin af þessari ákvarðan hérna, en gerum hana samt. Það verður tölur og tækna módel. Og ekki endilega orsök, við þurfum ekki að vita orsökina, við þurfum bara að vita hvað gerðist og hvað get ég gert í fyrirtækinu. Og svo þetta hérna með, að það eru nokkra hættur líka, já. Þetta Big Brother, það sem heitir Big Mother í dag, að þetta á eftir þeir eftir að fylgjast með okkur. Og bara þetta, svona þetta, því að við erum alltaf að skapa gögn, við erum alltaf að tengjast einhverjum kerfum sem að skrá gögn okkur og þessi gögn, það hefur einhver aðgang að þessum gögnum. Og þeim meiri gögn, þeim meira getum við sett saman til þess að fá einhverja vitneski úr þeim. Það var rannsóknarteymi í Bandaríkjunum sem setti saman þetta social security numbers og gat gískað á hvar fólk bjó, svona niður á götu, út frá þessum númerum. Og ég veit ekki hvort fjármálaeftirlitið þeir fara að gera eitthvað í löggan, en allavega sko þessi möguleiki þar og hann verður notað, bara ríkisskattsfyrir. Skatturinn í Danmörku til dæmis bara stærsti svona nýsni samtök bara sem finnast. National Security, NSA til dæmis. Það hefur ekki séð vídeo að þessi strákurinn hringir í NSA til að fá þá til að senda sér e-póstin sem hann hafði sléttað. Ég sléttaði e-póstin, ég get ekki sendt mér hann aftur. Þannig að svona, til að súma aðeins upp, það big data já, þetta tækni, en tæknin kemur ekki bara af sjálfu sér, hún kemur út af þörf, hún kemur út af því að við erum með þessa gríðarlegu stóru gagnasett og þessi gögn sem að skapa, þann gagnareik sem við erum að reyna að vinna út úr og fá einhverja vitneskju það annars vegar hvernig heimurinn hangir saman, já, en líka til þess að geta spáð fyrir framtíðina til þess að taka betri ákvarðanir. Og hérna kemur svona pointið að við sjáum eitthvað og hérna tæknin og hérna big data og hérna setjum við saman og hérna einhver gögnum líkt og hérna einhver gögnum, setjum við þetta saman, að það sköpunargáfan, ykkar, inn í hausnum á ykkar að sitja í fyrirtæki eða í stofnunum, að setja þetta saman og fá þessa nýja vitneski úr gögnunum. Hún kemur ekki sjálfu sér, eins og Tesco að sannina núna, að þetta hverfur aldrei. Creativity og þetta critical thinking. Já, kannski við þurfum ekki að vita nákvæmlega okkur og fólk kaupir jarðarberjabollur og vasaljós, en við höfum öll haft tölfræðina. Við vitum öll að eitthvað sem spurious correlation. Þetta þarf ekkit endilega að vera satt og þetta koma út úr kerfunum. Þannig að svona þörfin á þessu critical thinking, hún hverfur aldrei. Og annað, þegar við erum búin að finna og komast að þetta hangir saman, gerum eitthvað hérna, þá þurfum við að hafa eitthvað inn í fyrirtækinu sem gefur okkur kleift að framkvæma. Þú sem greinandi, þú sem greiningadeild, þú sem hefur aðgang að þessum gögnum, þetta hafa eitthvað power til þess að koma hluturum í verk. Það heitir eitthvað voðalega fínt svona governance structures og decision making foran frameworks og allt það. Þetta bara, við þurfum bara að hafa power til þess að koma þessari ákvörðun í gegn. Og þegar við höfum tekið ákvörðuna, og eins og Target, það kemur frá Target, það mjög góð minnsko, þá þurfum við hugrekki líka. Við þurfum hugrekki til að framkvæma. Við getum tekið ákvörðuna, en að framkvæma hana og reyna að ná þessum árangri sem í raun og veru fyrirtækjarekstur gengur út á, að hann krefst þess að við fylgjum þessu eftir og notum þessi gögn sem við höfum aðgang að. Heyrðu, góð mál, spurningar? Er þetta ekki hrikalega spennandi?
Já, takk fyrir. Má við sjá, hvað var þessi hérna? Var það hotna? Já. Svo þurfum við líka að fara með þig í
Þarna, Og þú ert hér. það var einhverjum tap hérna. Já. Það er tap hérna, þetta var hérna. Já. Þessum. Já. Gulli. Þessi. Já. Og þá verður bara fullscreen. Já. Og svo bara upp með þetta. Græjun á. Gerum hafa það. Erum við búin með 5 mínútur? Já, 5 mínútur. Heyrðu, ég ætla að hafa kynninguna aðeins styttri en Páll. En áður en ég byrja, þá ætla ég að spyrja ykkur að einni mjög mikilvægri spurningu. Hverju lofaði Páll ykkur í byrjun fyrirlesturs? Ég ætlaði bara að hafa léttan, yfirborðskenndan fyrirlestur, en Páll er búinn að lofa. Svo þessi verður tæknilegur og hitt atriðið er, ég ætla að útskýra hvað af því sem að Páll fyrir fyrirtæki og lofar er hægt að gera. Ég heiti Grímur Tómasson og er sjálfstætt starfandi tölvunarfræðingur með meistaragráðu héðan og hérna fyrir full disclosure vinn aðalega fyrir fjármálageirann. Og það sem ég ætla að tala í dag er NoSQL, nánar tiltekið NoSQL gagnagrunnar. Athugið að þetta nafn í NoSQL er í raun óheppilegt vegna þess að það sem við erum að tala er no-relational. Og ég vona að Hrafn Lofts muni aldrei heyra þessum fyrirlestri vegna þess að ég sletti tölvunarfræði hugtökum hægri vinstri. Í flestum tilfellum veit ég ekki hvert íslenska orðið er. Ef þið hafið einhverjar spurningar, ekki hika við að stoppa mig og spyrja. Til þess að skilja betur NoSQL fyrirbæri, þá þurfum við pingulítið að kíkja á sögu gagnagrunna, mjög yfirborðskennt. Fyrir 1980-1985 að þá erum við að tala gagnagrunna sem eru NoSQL-legir í uppbyggingu og eðli. Upp úr 1980-1985 að þá fara relational gagnagrunnar, þessi gagnagrunnar sem að þið þekki væntanlega best, SQL Server, Oracle, DB2, MySQL og fleiri, að verða stærri og stærri og ná tiltölulega fljótlega yfirburðastöðu á markaði, bæði fyrir þessi hefðbundnu viðskiptaumhverfi, þar að segja OSTP, transactionir, það að það sé verið að selja eitthvað, bóka eitthvað og svo framvegis, og líka business intelligence, greiningu á gögnunum. Og þau halda þessari stöðu mjög lítið challenged fram yfir 2000. Það er ekki fyrir en upp úr 2000 sem þetta fer að breytast og það er raun og veru sami tími og þessi NoSQL hreyfing fer af stað. NoSQL er í grunninn miklu eldra. Við erum með gagnagrunna aftur til 1964 sem eru í eðli sínu NoSQL gagnagrunnar. Gagnamódelslega séð. Síðan erum við með það er multi-value database, multi-value módelið sem er þekktast í PIC databasenum. Síðan erum við með DBM sem að tölvufræði rockstjarnan Ken Thompson skrifaði hjá AT&T og það er í raun bara HashMap skrifað á disk. Lotus Notes sem var reyndar á þessum tíma hét fyrirtæki Lotus en IBM á þetta í dag, það er NoSQL gagnagrunnur á bakvið það. NoSQL nafnið kemur frá Carlo Strozzi og hann skrifaði gagnagrunn sem að honum vantaði nafn á. Gagnagrunnurinn hafði ekkert SQL interface, svo honum fannst fínt að skýra hann bara NoSQL og þaðan kemur nafnið. Hinn tengingin, hvaðan kemur þetta skrýtna nafni að þó nokkuð mörgum árum síðar, þegar var verið að halda ráðstefnu í kringum þetta, vantaði hashtag, Twitter hashtag, til þess að auglýsa þetta og það þurfti bara að vera stutt og grípandi, NoSQL.
Og upp úr þessu tvennu verður þetta nafnið á þessari hreyfingu. Og eins og við komum inn á aðeins seinna, þetta ekki gott nafn. 2000 síðan mjög þekktur graph database Neo4j gefin út. 2004 byrja Google að vinna í Bigtable útfærslunni sinni. CouchDB gefin út 2005 og mjög áhrifamikill pappír, NoSQL pappír Dynamo gagnamódelið gefin út af Amazon 2007. Gagnagrunnurinn sem á bak við megnið af Facebook, Cassandra, síðan gefin út í open source 2008 og Amazon gefur út DynamoDB sem að mestu í samræmi við Dynamo pappírinn 2012. Þetta eru bara nokkrir milestones í NoSQL þróuninni. Fjöldi NoSQL grunna satt að segja gífurlegur og þeir að verða fleiri og fleiri og fleiri. Það bara það bil exponential kurvan af útgáfu á nýjum NoSQL gagnagrunnum. Það hafsjór. Það sem að dreif þessa breytingu áfram og Páll kom aðeins inn á þetta áðan, að tilfærsluna frá relational gagnagrunnunum, og það ég aðalega að tala þessa stóru, SQL Server, Oracle, DB2 og MySQL. Það sem dreif fólk að færa sig yfir í önnur gagnamódel var í sjálfu sér internetið. Það að það voru komnar vefsíður sem höfðu einfaldlega það mikla traffík og á bakvið hvert klikk á heimasíðu eða hvert refresh getið verið að horfa á mjög mörg köll í gagnagrunn. Að relational modelið réði orðið eða relational grunnarnir sem þeir höfðu réðu orðið mjög illa við það. Og við förum strax í aðeins af hverju það en síðan að sjálfsögðu kostnaður. Það eitthvað sem þið rekist allstaðar á. Hér sjáum við aðra glæru sem fjallar í sjálfu sér sama og Páll tók áðan. Það aukning í gagnamagni. Og hér erum við annars vegar með strúktúruð gögn, bláa hlutan, sem þetta sem almennt geymt í relational grunnum. Þannig það að horfa á bæði söluupplýsingar, bókhaldsupplýsingar, bankaupplýsingar og annað þess háttar. Og síðan það óstrúktúruðu gögnin, loggarnir, klikkstraumarnir, nemarnir og allt hitt. Og allt sem þið gerðu á Facebook, Twitter og sambærilegum vefjum. Relational gagnagrunnarnir í þessu módeli sem að stóru grunnarnir og það frá 1970 eitthvað módelið og það hannað fyrir mekaníska diska og stórtölvur. Að þegar þið með þá gagnagrunna og ef þið viljið skala út web application sem þið með, þá ekkert mál að skala fram og miðlagið, þið bara bætið við vélum. Ef þið viljið skala bakendan, gagnagrunnsþjónin, þá þurfið þið einfaldlega að kaupa stærri gagnagrunnsþjón. Og þið getið skalað framhliðina þannig að þið haldið jöfnum afköstum með línulegri kostnaðaraukningu sem nokkuð nálægt að vera flöt, græna línan þarna uppi. Í gagnagrunnunum, með relational gagnagrunnana, þessar stóru vörur, að þá hafið þið ekkert annað að velja að kaupa nýjan server eða bæti hann minni orgjörfum og það verður dýrara og dýrara að bæta við auknum afköstum og endanum að þá það ekki hægt. Þegar við lítum á hvernig þetta virkar með dreifða NoSQL gagnagrunna og athugið þetta mynd sem ég fekk að láni frá Couchbase og þetta pínkulítið blekkjandi vegna þess að lykilatriðið dreifða, ekki NoSQL. Þegar þið komnir með dreifða gagnagrunna þá fáið þið sömu hegðun á gagnagrunninum og þið með á miðlags og viðmóts hlutanum. Þið getið einfaldlega bætt við serverum ef þið þurfið meiri afköst og það skalast nálægt því línulega ef þið veljið réttan gagnagrunn. Ef við förum aðeins yfir ég hoppaði yfir glæru. Ef við förum aðeins yfir hvað NoSQL gagnagrunnar, þá verður að viðurkennast að það mjög loðið.
þetta tískuorð alveg eins og big data og það búið að klína því á ólíklegustu hluti. Að þetta bara viltu vera með fólkinu sem í tísku eða viltu vera hallarislegur. Ef viltu vera hallarislegur, relational gagnagrunnar. Ef viltu vera í tísku, NoSQL. En það sem algjört lykilatriði gagnamódelið ekki relational. Og þetta lykilatriðið. Það kom engin kott nálægt þessari skilgreiningu. Það engin normalisering. Annað að öfugt með relational modelið að þá ekkert formlega skilgreint skema. Þið bara geymið gögn. Það engin skilgreint tafla. Og enn síður aðkomulyklar og annað þess háttar. Viðmótið ekki eingöngu SQL. Þetta eitt af því sem að NoSQL fólk vill breyta þessu í dag, not only SQL. Í flestum tilfellum þá þið bara ekki með neitt SQL. Þið oftast með einhver proprietary interface ofan á þessa gagnagrunna, en þið mjög oft líka með REST-þjónustur ofan á þá og í sumum tilfellum með, subset af SQL sem virkar á grunninn, til dæmis Cassandra Query Language, SQL. Arkitekturinn á þessum grunnum almennt distributed. Það þó ekki algilt. Það að segja að þið með marga servera undir einum gagnagrunni. Flestir þessara gagnagrunna ekki asset compliant. Með öðrum orðum, þeir gefa ykkur ekki sömu tryggingar á gagnaheilindum og relational grunnarnir. Þið væntanlega búin að fara í asset. Ok, þá ætla ég ekki að fara í það. Sökum þess að þið ekki með neitt skilgreint skema, þá hafið þið engin join. Og þetta hefur þau mikilvægu áhrif á hönnun gagnanna að þið þurfið að horfa á það up front. Hvernig ætlið þið að nota þessi gögn? Þið hafið ekki frelsið sem þið hafið í relational grunnunum að ákveða bara eftir á, við ætlum bara að draga saman gögn héðan og fá þá upp það sem okkur vantar. Þið þurfið að hanna það svolítið up front. Þið þurfið að vita betur hvert þið ætlið að fara. Ef þið vitið það ekki, þá verður það svolítið dýrt. NoSQL grunnarnir almennt drifnir áfram af þörfum internetsins. Flestir þeirra open source og í flestum tilfellum, og þetta snýst hvort þetta dreifðir grunnar eða ekki, að þá þið með einhvers konar trade-off á consistency, gagnaheilindum og availability. Það að segja, verður fyrirspurnin ykkar yfir höfuð afgreitt. Og við skulum fara aðeins betur í þetta. Og Páll var búinn að lofa þessu, svo ég verði að taka allavega eitt theorem. CAP theorem. Þetta algjört lykiltheorem í dreifðum gagnagrunnum, eða dreifðum tölvukerfum, nákvæmlega. Þetta frá Brewer og hann setur þetta fram sem conjecture í kringum 2000 og síðan sannað 2002. It is impossible for a distributed computer system to simultaneously provide all of the following guarantees. Consistency, það að segja að allar nóður í dreifða kerfinu sjáu sömu gögnin. Availability, að þið fáið einfaldlega svar við hverri fyrirspurn. Og partition tolerance, að kerfið haldi áfram að virka þó að einhver skilaboð yfir netið eða einhver nóða hætti að virka. Í langflestum tilfellum að þá skiptir partition tolerance mestu máli í NoSQL grunnunum. Með öðrum orðum í öllum dreifðum gagnagrunnum þá verðið þið að hafa P. Og partition tolerance. CAP, consistency, availability, partition tolerance, skammstöfum. Á mannamáli þá þýðir þetta einfaldlega að ef netið virkar ekki í dreifða grunnum okkar, þá getum við annarkvort fengið consistency
sem vacuously true vegna þess að þá fáið þið enga þjónustu, þá verður fyrirspurnunum ykkur einfaldlega ekki svarað. Eða availability. Þið fáið alltaf svar, en það ekki öruggt að það sem þið fenguð sé nýjasta útgáfan á þessum gögnum. Og það ræðst bara af business domaininu sem þið eruð að vinna í hvort það ásættanlegt. Ef þið eru Facebook, þá ykkur alveg slétt sama hvort að notandi fær nýjustu uppfærðu edituðu útgáfuna af einhverju sem einhver postaði eða ekki. Það skiptir ósköp litlu máli. Ef þið eruð hins vegar fjármálafyrirtæki, þá væri það mjög óheppilegt. Gagnagrunnarnir, þessir gagnagrunnar sem byggja á System R-módelinu frá IBM, það Oracle SQL Server, DB2, MySQL, þeir eru almennt ekki distributed og ég veit að þetta á ekki algjörlega við DB2 Oracle, en það í praxis, þá það algjört klúður að setja það upp distributed. Þeir eru bæði available og consistent að þeir ekki dreifiðir. NoSQL grunnarnir eru almennt distributed og þá verðum við að velja hvar við ætlum að vera. Ætlum við að hafa consistency eða availability. Og ég verð aðeins að flækja núna fyrir ykkur, þó að CAP-theorem hljómi eins og þetta sé bara binary. Annarkvort fáið þið algjörlega availability og ekkert consistency eða öfugt, en þá þetta í raun sliding scale. Þið veljið hvar á skalanum þið ætlið að vera. Og þetta gerir það að verkum að velja NoSQL grunn fyrir business domainið sem þið eruð að vinna í getur verið mjög, mjög flókið. Og hér sjáum við grafískt sett upp hvar þessi glæra var að sjálfsögðu fengin af láni. Hvar gagnagrunnarnir eru almennt. Ég ætla ekki að fara mikið í þetta, en þið takið eftir að relational database-arnir eru undir C og A. Þeir tryggja bæði consistency og availability. Cassandra, það sem á bak við Facebook, availability og partitioning. Með öðrum orðum, þeir hafa ekkert allt of miklar áhyggjur af gagnaheilindum. Það ekki lykilatriði. Það þið fáið alltaf svar lykilatriði. Síðan eru þið með Bigtable frá Google, MongoDB, Terrastore og fleira sem með consistency. Það að segja, það einfaldlega sett meiri áherslu á það að það sem þið fáið sé rétt frekar en að þið fáið alltaf eitthvað. Og þetta ræðst bara af því í hvaða business domaini þið, hvar hentar ykkur að vera. Nú skulum við fara örstutt yfir nokkur gagnamódel. Þetta eru 4 af stærstu gagnamódelunum í NoSQL grunnunum. Það Key Value Store, Document Store, Column Family Store og Graph Store. Key Value Store langt einföldust af þessu öllu saman og í raun og veru bara persistent hash map. Það að segja, eða associative array, ef þið þekkið það hugtak. Skrifað á disk. Þið eruð með einkvæman lykil og einkvæmi lykillinn bendir á gögn. Gagnagrunnurinn veit ekki einu sinni hvað þessi gögn eru. Þetta getur verið texti, ein tala, vídeó, executable file eða skjal samsett aggregate gögn. Gögn sem eru byggð upp úr mörgum minni gagnaeinindum. Við fyrir betur í þetta hugtak á eftir. Af því að gagnagrunnurinn veit ekki hvað þið eruð í raun að geyma, þetta bara einhvers konar bucket með gögnum í, að þá getið þið ekki indexað þessi gögn og þið getið ekki queryað innihaldið, þið getið bara sótt með lykli. Dæmi þetta eru Riak, Voldemort og Memcached. Og Riak og Voldemort eru báðir útfærslur á Dynamo pappírnum frá Amazon. Næsta módel sem aðeins flóknara, þau flækjast aðeins, Document Store. Í Document Store þá þið áfram með það, þið með lykil og þið með value. Og nema valueið document, með öðrum orðum, aggregate gögn, samsett gögn. Í flestum tilfellum verið að geyma skjölin á JSON formati og alveg eins og með Key Value Store þá það sækja með einkvæmum lykli.
Þessi einkvæmi lykill getur verið hvað sem er, textastrengur, tala, bara hvað viljið þið. Af því að þetta er skilgreint sem skjal sem þið að geyma, þá er bæði hægt að indexa ákveðin gildi í skjalinu og gera query inn í skjalið, eins og til dæmis að leita að öllum skjölum með ákveðin höfund. Dæmi þetta eru Lotus Notes, CouchDB og MongoDB. Skulum kíkja á dæmi þetta. Hér er bæði dæmi sett upp sem JSON, þess að á JSON formati. Í Document Store það megið sjálfs að geyma þetta á bara hverju því sem að gagnagrunnurinn styður. Hér erum við með pöntun. Bara gefum okkur ef við séum að horfa á internetpöntun. Við erum með ID á pöntuninni og þetta er lykillinn sem við ætlum að sækja gögnin eftir. Síðan erum við með kennitölu viðskiptavinar, nafnið á honum og lista af vörunum sem hann pantaði. Athugið að við erum með discount í efri línunni, ekki í neðri línunni. Það er ekkert skema. Það er engin krafa á það að við séum með sömu gögn allstaðar. Og við gætum verið með næstu pöntun sem væri ekki með nafni eða ekki með kennitölu. Þegar ég var að tala um aggregate gögn, þá á ég við nákvæmlega þetta. Við erum með pöntun, hún er samsett af upplýsingum viðskiptavinin, upplýsingum vörurnar sem hann er að kaupa og síðan vöru upplýsingunum sjálfum. Þegar ég segi vörurnar sem hann er að kaupa, þegar ég tala raun og veru vörulínurnar í pöntun sem innihalda hluti eins og magn, afslátt og annað þess háttar sem er ekki hluti af skilgreiningu vörunnar. Ef við sækjum eina pöntun í svona gagnagrunn, þá erum við bara með einn lestur. Þetta er geymt allt saman í einum klump, eitt value, eitt lykill. Ef við værum að vinna með relational grunn, þá værum við að minnsta kosti að vinna með 4 töflur, töflurnar sem eru listaðar hér, og við þurfum að keyra fyrirspurn sem joinar upplýsingar upp úr þeim öllum. Það er miklu dýrara. Næsta módel flækist aftur aðeins. Þetta er column family módelið. Grunneiningin þar er column og ég veit að þetta er mjög ruglingslegt nafn og satt að segja mjög óheppilegt nafn. Þetta er alls ekki sami hluturinn og dálkur í relational módelinu eða column þar. Þetta er tuple af nafni sem er lykillinn sem þið sækið eftir, gildi og timestamp. Og timestamp er notaður til þess að tryggja gagna heilindi, consistency. Það er að segja hvenær varð þessi útgáfa til þegar kemur að því að ákveða hvaða útgáfa er rétt. Síðan erum við með næsta koncept sem er column family sem er set af dálkum með lykli, row key. Og það actually er nokkurn veginn eins og röð í töflu í relational gagnagrunna. Þeir getur hugsað column family sem einhvað sem er skylt töflu í relational módelinu, nema að því leiti að í mismunandi instansum af þessu með mismunandi lyklum og þá getur þið verið með mismunandi fjölda af dálkum. Þetta er sveigjanlegt. Önnur hugtök, mikilvæg hugtök í column family eru keyspace. Keyspace á sér nafn og set af column families. Og keyspace er að mörgu leyti líkt skema í relational grunnum og almenna reglan er að þið eru með eitt keyspace fyrir eina application. Þetta eru öll gögn sem þið þurfið fyrir eina application. Önnur mikilvæg hugtök sem við ætlum að fara mjög grunnt í eru supercolumn sem er aðferð við að geyma raðaða lista og supercolumn families sem er nálgun á view í relational gagnagrunnum sem að gerir ykkur kleift að draga fram upplýsingar á fleiri en einn hátt. Með öðrum orðum, þetta minnkar aðeins kröfuna á það að þið hannið upp front miðað við gagna aðgengi. Ef þið eru alveg týnd þá bara látið vita. Dæmi þetta eru Cassandra, Facebook, Bigtable, Google og Hubase sem er open source útgáfa af Bigtable. Fjórða módelið er allt öðruvísi. Þetta er Graphstore. Graphstore er geymsla á netum
og algoritmar til þess að svara spurningum net. Hér geymum við bara nóður og tengingar á milli nóða. Tengingarnar eru directional og nóðurnar geta haft eigindi sem lýsa þeim á einhvern hátt. Einfaldasta leiðin við að útskýra þetta að taka bara dæmið hérna. Hér erum við með reader-nóðurnar, tvær reader-nóður sem eru með propertyin Jón Jónsson og Egill Helga. Jón Jónsson kann að meta bókina Faust. Egill Helga kann líka að meta bókina Faust. Og sömuleiðis The Tempest, sem að sjálfsögðu eftir Shakespeare. Það sem við getum gert með þessum upplýsingum að svara spurningum eins og eftir að þú búin að segja annarkvæmt að þú keyptir þetta eða í þessu tilfelli þér líkaði við þetta, hvað líklegt að þér líki við líka? Með því að spyrja hvaða bækur kunni fólk sem hafði áhuga á sömu bókunum og þú að meta líka? Þá getum við aggregerað upp þær bækur og birt fyrir þig listan. Hér það sem líklegt að þú hafir áhuga á. Þegar þið sjáið innkaupa tillögur á Amazon og fleiri stöðum, þá þið nokkuð örugglega að horfa á þetta á bakvið. Graph-stores eru aftur dálítið mikið öðruvísi en hin 3 módelin sem við töluðum. Almennt eru þessi gagnar asset compliant og þetta ekki aggregate model. Það ekkert samsett í gögnunum sem við erum að geyma. Og dæmi þetta eru Neo4j sem við nefndum í byrjun, Allegro og Infinigraph. Ég tók fram í byrjun eða snemma í fyrirlesturinn að almennt væru NoSQL grunnarnir ekki asset compliant. Þetta hefur aðeins minni áhrif í praxis en maður kynni að halda. Af þessum 3 gagnamódulum sem við töluðum þá eru, 4 gagnamódulum, þá eru 3 aggregate-based. Það að segja, gögnin sem við erum að geyma eru almennt samsett. Eða þá boðið upp á það, eins og í Key Value Store. Og við höfum einfaldlega í þessu gagnamóduli miklu minni þörf fyrir að hafa complex transactions. Þess að ef við skoðum pöntunadæmi sem vorum með áðan, ef við ætlum að stofna nýja pöntun eða breyta pöntun, þá sækjum við eina gagnaeiningu með einum lykli, breytum því, skrifum niður það sem eina einingu. Og þetta atomic. Ef við værum í relational grunni, þá gætum við þurft að breyta gögnum í 3 eða 4 töflum. Og það verðum við að fá transaction utanum. Með öðrum orðum, ef við hönnum gögnin okkar miðað við transaction boundaries og ef við hannið þau miðað við logical entities eða klasa, þá það sem þið eruð að gera. Að þá þörfin fyrir full asset compliance í transactions miklu minni. Ef þið ætlið hins vegar að uppfæra margar gagnaeiningar, þess að gögn á bak við marga lykla sem eina transaction, þá þið í verri málum. Það ekki stuðningur við það almennt. Þá hvenær ættu þau að skoða NoSQL? Gagnagrunna. Í praxis þegar að eitt eða allt af þessu uppfyllt. Þið eru með ofsalegt magn af gögnum. Í sumum tilfellum þið bara komið með það mikið gagnamagn að þið hafið ekkert annað val. En í sjálfu sér ætti það að vera númer 1 þegar að gagnamódelið hentar vandamálinu sem þið eruð að leysa. Og það nær þá líka inn á business domainið, hvað ásættanlegt. Hugsið þá sérstaklega consistency og availability. Þegar þið viljið hafa eitt design paradigm end-to-end, NoSQL styður ofsalega vel við það að vinna með hlutbundið. Það að segja, þið takið bara allt sem innihaldið í einum klasa, sem á tilvik af öðrum klösum, lista af öðrum klösum og svo framvegis, skrifað niður á eitt stað. Það þýðir að þið eruð að vinna með eitt módel, object modelið, end-to-end. Það til fyrirbæri sem heitir the impedance mismatch, sem það að þið þurfið að hoppa á milli módela fyrir þið eruð að leysa eitt og sama verkefnið.
Og relational modelið og object modelið eru einfaldlega tiltölulega ólík og þetta veldur endalausum árekstrum og er líklega ein af stærstu ástæðunum fyrir að hátt hlutfall tölvunarfræðinga elskar ekki gagnagrunna, sem er rangt. Og ef þið eruð bara að vinna með eitt módel, þá er auðveldara að skilja hugbúnaðinn end-to-end fyrir miðlagsforeldra. Og það tryggir ykkur að þið eruð með styttri time to market. Það er fljótlegra að smíða þetta. Það þýðir ekki að til lengri tíma endið með eitthvað sem sé betra, en það styttir tíma. Og algjört lykilatriði, consistency availability trade-offið verður að virka fyrir business vandamáli sem þið eruð að leysa. Athugið að meira segja stóru internetfyrirtækin sem eru mest að hæpa NoSQL nota flest eða öll relational grunna líka. Twitter notar, ef ég maður rétt, MySQL fyrir þá hluti sem allir notendur verða að sjá eins alltaf. Svo það er ekki þannig að þið þurfið bara að velja annarkvort þið í SQL-kampinu eða NoSQL-kampinu. Neikvæðir hlutir við að velja NoSQL grunna og nota þá eru meðal annars það að þið eruð með meiri vinnu í miðlægi eða viðmóti. Vegna þess að þið eruð ekki með neitt fixt skema, þá þurfið þið að athuga. Er þetta property í þessum gögnum? Er nafnið? Er discount? Sem var ekki einn af línunum okkar áðan. Kóðinn verður flóknari. Það er almennur skortur á bæði verkfærum til að fylgjast með og vinna með þessa grunna og sömuleiðis þekkingu á hvernig á að setja þá upp, tjúna þá og svo framvegis. Þið hafið bara ekki sama fjöldan af einstaklingum sem hafa sérfræðiþekkingu á þeim. Almennt eru þessi grunnar afskaplega slæmir fyrir greiningu á gögnum. Það er ekkert stutt við það að slæsa og dæsa í gegnum gögnin. Með öðrum orðum, að sækja gögnin og vinna með þau út frá öðru rótari elementi heldur en dokumentið eða aggregate gögnin eru sett fram með. Og þeir eru ekki mature. Þetta er ný tækni, þið megið reikna með vandamálum. Niðurstaðan. Veljið rétta verkfæri fyrir vandamáli sem þið eigið að leysa. Það er ekkert eitt sem er alltaf best eða alltaf rétt. Trúarbrögð eiga ekki heim í tölvunarfræði. Og NoSQL kemur ekki í staðinn fyrir relational grunna. Það er ekki þannig að þið getið sagt bless relational grunnar, við erum í NoSQL tímabilinu. NoSQL kemur í viðbót við relational grunna og leysir ákveðna tegundir vandamála mikið betur, önnur verð. Og ef þið hafið einhverjar, ef ykkur vantar hugmyndir um hvernig þið getið nýtt þetta efni, takk fyrir mig. Ef þið hafið einhverjar spurningar. Settu einhverju svona grunna í praxís? Nei, ég hef ekki unnið með þá. Ég hef reynt að selja fjármálastofnunum að setja upp eitthvað annað en þessa klassísku system R-grunna og það er almennt bara hort á mig eins og ég sé skrítin. Það er rosalega erfitt að koma þessu inn í fyrirtæki sem eru ekki sprotafyrirtæki eða mjög technically on the edge. Aftur, það er takmörkuð þekking til. Þið hafið ekki sömu áreiðanleika garantí á þessum grunnum, þeir eru bara það nýir. Og ég held að það séu fá eða engin gagnasett á Íslandi sem í raun kalla á big data. Stærsti relational grunnurinn sem keyrir á einu instans sem ég man eftir af unnið í er rúm 10 terabæt og það virkar fínt. Það er relational. Já. Oracle grunnur. En tilfellið er bara að það er ekki fyrir þeim farið að fara í gögn sem eru í eðli sínu unstructured, gífurlegt gagnamagn, þar sem þið þurfið að fara út í þetta. Og þetta er, í praxis er þetta svolítið mikið, það hefur enginn verið rekinn fyrir að kaupa IBM. Það vill enginn taka sénsinn. Fleiri spurningar?
þá þakka ég bara fyrir. Hvað, þú sér Skal slökkva á þessu? Já.